og þá komið að 7. lið á dagskrá, starfsáætlun og stefnuræða nefndan 2019 og það Hilda Jóna Gísladóttir, formaður stjórnar Akureyrar sem fer fyrir máli. Frábært. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Akureyrarstofa, hún fer með stjórn menningar, atvinnu, ferða, markaðs, viðburða og kynningamála í umboði bæjarstjórnar Akureyrar kaupstaðar. Í stjórn Akureyrarstofu sitja núna ég sem þá formaður nefndarinnar, Sigfús Karlsson varaformaður, Anna Hildur Guðmundsdóttir, Eva Hrönn Einarsdóttir, Finnur Sigurðsson og Karl Lilendal Hólmgeirsson sem áheyrnarfulltrúi. Langar gjarnan að segja ykkur frá því að samvinna og samskipti í þessari stjórn Akureyrarstofu eru mínum að þetta alveg frábært og það bæði gaman og gefandi að sitja í þessari stjórn og vinna með starfsmönnum Akureyrarstofu. Starfsmenn Akureyrarstofu eru 4, verkefnastjóri menningamála, verkefnastjóri upplýsinga og kynningamála og verkefnastjóri ferðamála en að auki þá tilheyri starfsmanns í upplýsingamiðstöðinni í Hofi Akureyrarstofu. Starfsemin tilheyrir samfélagssviði þar sem Kristín J. Reymarsson, sem hérna að fá sér kaffi, sviðstjóri en deildarstjóri Akureyrarstofu Þórgnýr Dýrfjörð en hann jafnframt ber ábyrgð á verkefnum tengdum atvinnumálum hjá Akureyrarstofu. Ég ætla rétt að fara yfir verksvið stjórnar Akureyrarstofu því að það leynir dálítið á sér þegar við erum að ræða það. Og þó svo að málaflokkurinn sé í rauninni ekki fjárhagslega umsvifamikill með við aðrar nefndir bæjarins, þá eru ýmislegt þar sem ber að hafa í huga. Stjórn Akureyrarstofu fer með þau störf sem stjórn bókasafna eru falin samkvæmt lögum almenningsbókasafn, fer með stjórn Húsverndunarsjóðs Akureyrar, Menningarsjóðs Akureyrar, stjórn Héraðsskjalasafns á Akureyri, stjórn Listasafnsins og í rauninni stjórn Listasafnsins, hefur eftirlit með samningi rekstur Menningafélags Akureyrar, hefur yfirumsjón með samskiptum við Atvinnuþróunarfélag Akureyrar og Markaðsstofu Norðurlands og hefur yfirumsjón með samskiptum við Eyþing. Stjórn Akureyrarstofu tilnefnir fulltrúa Akureyrarbæjar í ýmsar stjórnir, svo sem stjórn Minjasafnsins, Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands, Iðnaðarsafnsins og Menningarfélags Akureyrar og sér skipan í 3 manna listasafnsráðs Listasafnsins. Stjórn Akureyrarstofu ber að efla og samræma kynningar og markaðsmál Akureyrarbæjar, hafa eftirlit með rekstri stofnana sem starfa á verksviði hennar, fylgjast með starfsemi stofnana og félaga njóta styrkja stjórnar Akureyrarstofu, líta eftir því að til séu sem gleggstar upplýsingar verkefni á sviði stjórnar og upplýsingar þá þjónustu sem í boði séu aðgengilegur á einum stað fyrir bæjarbúa, ferðafólk og aðra. Stjórn Akureyrarstofu ber að hafa eftirlit með framkvæmd samninga sem gerðir eru við ráðuneyti samstarf ríkis og Akureyrarbæjar varða málefni á verksviði stjórnarinnar. Þá ber stjórnin ábyrgð á að skapa samráðsvettvang milli bæjarfélagsins og hagsmunaaðila á verksviði stjórnar og gæta hagsmuna atvinnu og menningarlífs í bænum eftir því sem við á. Stjórn Akureyrarstofu ber að stuðla að samvinnu og samvitund málaflokka stjórnarinnar innan bæjarkerfisins og í atvinnulífi, vinna sérstaklega að auknum og reglulegum tengslum skólakerfis við atvinnu og menningarlíf, hvetja fyrirtæki og einstaklinga í atvinnurekstri og menningarstarfi, til dæmis með veitingu viðurkenninga. Stjórn Akureyrarstofu starfar í samræmi við reglur, samþykktir og samþykktar stefnur í bæjarstjórn sem tengjast verkefnum stjórnar, en þar vil ég gjarnan nefna menningarstefnu, atvinnustefnu, upplýsingastefnu og ferðamálastefnu Akureyrarbæjar. Ég vil gjarnan fara yfir stöðu þessara stefnu bara í stuttu máli og ég ætla að byrja á atvinnustefnunni. Atvinnustefnan í gildi og tók gildi árið 2014 og gildir til ársins 2021. Þetta í rauninni mjög metnaðarfull stefna en sýnir okkur líka hversu fljótt skipast veður í lofti. Það má segja að þættir stefnunar hafi elst misvel. Áberandi leiðarstef í atvinnustefnu Akureyrarkaupstaðar möguleg olíuvinnsla á Drekasvæðinu og þjónustu við Grænland sem var mikið í umræðan á þeim tíma en lítið talað í dag. Þar að ekki þá eru sett fram mörg mjög háleit markmið sem ekki eru alltaf á valdi sveitarfélaga að fylgja eftir og því margar skilgreindir sem eftirfylgdar aðilar stefnunar. Þeim aðilum hins vegar ekki alltaf einu sinni kunnugt að þeir séu það, né telja sig endilega gegna því hlutverki. Sem dæmi slíka aðila eru Háskólinn á Akureyri, Matís og fleiri. Vegna þessa hefur stjórn Akureyrarstofu nú þegar fengið starfsmenn Akureyrarstofu í samstarfi við starfsmenn Atvinnufróunarfélags Eyjafjarðar til að yfirfara aðgerðarhluta stefnunar og þeir vinna því að endurskoða þeim þáttum þessa mundir.
Fyrir helgi var til dæmis einn liður í því fundur með SATA, samtökum atvinnurekenda á Akureyri, þar sem kallað var eftir samtali við atvinnulífið þeirra þarfir. Skýr verkaskipting og öflugt samstarf Akureyrarstofu og Atvinnuþróunarfélagsins skiptir öllu máli í mínum huga. Þegar kemur að atvinnustefnu sveitarfélaga ber líka að hafa í huga hvað takmörk henni eru sett. Atvinnulífið sjálft býður ekki eftir stefnu sveitarfélagana og fylgir henni eftir. Því mér oft verið hugsað í hverju á atvinnustefna sveitarfélaga að felast. Á yfirleitt að vera einhver atvinnumálastefna. Ég þeirra skoðunar að svo eigi að vera, en ég tel hins vegar mikilvægt að hún innihaldi verkefni sem tengjast því sem raunverulega á valdi sveitarfélagsins. Þar má fyrst og fremst leggja áherslu á framúrskarandi þjónustu sveitarfélagsins við atvinnulífið sem felst í lipru viðmóti, ríkri þjónustulund, lausnamiðaðri aðstoð og upplýsingagjöf. Þá ber sveitarfélagi mikla ábyrgð á því að tryggja að innviður séu til staðar og bæjarfélagi sé þannig og garði gert að fólk hafi áhuga á því að búa hér, því að atvinna ein og sér nægir auðvitað ekki. Þá getur sveitarfélagi komið að samtali við atvinnulífið og rætt á hagsmuni sem eru samtvinnið hagsmunum sveitarfélagsins og atvinnulífsins þegar kemur að samskiptum við ríkið og gott dæmi slíkt samgöngumál. Markmið atvinnustefna með aðgerðaráætlun og mælanlegum mælikvörðum sem á að miða að því að atvinnulífið hafi tækifæri til að vaxa og blómstra á eigin forsendum. Í mínum huga eiga aðgerðaþættir í atvinnustefnu Akureyrar kaupstaðar að vera raunhæfir og á okkar valdi en við ættum ekki að teygja okkur of langt yfir á þau svið sem atvinnulífið tekur sjálft ákvörðun Hins vegar þarf að skapa öflugan samráðsvettvang sveitarfélaga og atvinnulífs en það hefur ekki tekist nægilega vel hingað til en vonandi þar að verða breyting á. Það eru mjög áhugaverðir tímar á sviði atvinnuþróunar á Eyþingssvæðinu og kannski ekki síst eftir að langþráð Vaðlaheiðargöng voru opnuð. Arnór Benónísson, félagi okkar í Þingeyjarsveit, orðaði það svo skemmtilega. Hvað eru göng? Göngur í rauninni aðeins tómarún, ekkert. Það sem skilur því nú að Eyjafjörð og Þingeyjarsýslur í rauninni ekkert. Stóra spurningin hvernig ætlum við að nýta okkur það að ekkert skilji okkur lengur að. Eyþingssamband sveitarfélagi Eyjafjörð og Þingeyjarsýslum samastendur af 13 sveitarfélögum. Nú stendur yfir vinna við að kanna nánara samstarf eða samruna Eyþings, Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar og Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga. Atvinnulíf á Akureyri nátengt atvinnulíf á þessu svæði. Ekki síst þar sem á Akureyri eru fjölmörg þjónustusfyrirtæki á sviði sjávarútvegs, landbúnaðar, ferðaþjónustu og iðnaðar sem standa líka og falla með því hvernig þessum greinur vegnar á þessu svæði. Stærri atvinnuþróunarverkefni og stærri hagsmunamál athafnalífs í eðli sínu svæðismál. Hagsmunir okkar þessara 13 sveitafélaga á sviði atvinnumála eru því svamtvinnaðir í mínum huga. Þess má einnig geta hjá Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga eiga sæti í stjórn bæði fulltrúar atvinnulífs og launþega og gæti verið áhugavert að sjá slíkt verða veruleika hér, en það hefur mælst vel fyrir. En ég bind mjög mikla vonir við að svo vinna sem nú í gangi skili árangri og úrverði öflug eining sem gagnast og veitir góða þjónustu á öllum sveitafélögum á svæðinu og hún verði í rauninni betri fyrir öll sveitafélögin náist breytingar fram að ganga. Þó ber að hafa í huga að stefnumótun sveitafélaga og verður í okkar höndum sveitafélaga. Þessar stoðstofnanir eru einmitt það fyrst og fremst. Þeir eru þjónustuaðilar sveitafélagana en ekki sjálfstætt stjórnsýslustig. Því mun hvernig svo sem þessi vinna vera mikilvægt að hvert sveitafélag þar með talið við móti sjálft með hvaða hætti það vill standa að sínum atvinnumálum. Ég vil nefna nokkur önnur dæmi. Stjórn Akureyrarstofu hefur falið starfsmönnum að skilgreina og gera fjárhagsáætlun samkeppnis- og markaðsgreiningu á atvinnu- og íbúðamarkaði fyrir Akureyrarbæ í samstarfi við Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar. Jafnframt sem það verði í samvinnu við AFE gert átak í að vekja athygli á mikilvægi þess að flytja opinber störf út á landsbyggðirnar og auglýsa störf án staðsetninga. Það tvennt sem ég vil nefna á sviði atvinnumála til viðbótar, annars vegar það frumkvöðlasetti verksmiðjan í Glerárgötunni sem rekin af nýsköpunarmiðstöð en við höfum fengið kynningu á henni og við höfum svona ákveðnar áhyggjur af því að hún sé ekki að nýtast kannski eins vel og vonir stóðu til og eftirspurnin sé aðeins minni. Starfsmenn Akureyrarstofu eru að kanna í samstarfi við nýsköpunarmiðstöð hvernig hægt sé að halda áfram með verkefnið og hver næstu skref ætti að vera og hvort til dæmis mætti kynna starfsmenn betur. Hitt sem ég langar að nefna framúrskarandi starf FabLab-verksmiðjunnar sem rekið í verkmenntaskólanum á Akureyri en Akureyrarstofa var einhuga eftir heimsókn í smiðjuna var að ræða metnaðarfullt starf sem nýtist bæjarbúum, ungum sem öldnum, einstaklingum, fyrirtækjum og nemendum.
Aðstæðan gefur tækifæri til að þjálfa sköpunargáfuna og hrinda hugmyndu sínum í framkvæmd með því að hanna, móta og framleiða hluti með aðstoð stafrænnar tækni. Stjórn Akureyrarstofu ákvað því að endurnýja samning stuðning við starfsemi smiðjunnar og hækka árlegt framlag 1 milljón króna og verður því 7,5 milljónir króna eftir. Næst skulum við vinda okkur aðeins í menningarstefnuna en þar setjum við meginþunga á gerð safnastefnu. Í vor þegar ný stjórn Akureyrarstofu tók við var ljóst að menningarstefna bæjarins væri að renna sitt skeið enda gilti hún aðeins út árið 2018. Ákveðið var að forgangsraða vinnunni þannig að fyrst yrði byrjað á þeim hluta stefnunar sem snýr að safnamálum. Það var stjórnin einhuga í því að þar lægi mest á að leggja línurnar og móta sérstaka safnastefnu sem hluta af menningarstefnu en það vil lengi staðið til. Vinna við gerð stefnunar þegar hafin og undirbúningshópur í rétti þá mund að skila sínu áliti til stjórnar og í kjölfarið hefst vinna við þá skýru stefnumótum sem við viljum að liggi fyrir á þessu ári. Stefnan á að innibera leiðbeinandi verklagsreglur forgangsröðun, faglegt mat og tengingu við þá fjármuni sem bæjarfélagið ásátt að verja til safna. Síminn hringdi, fór allt af skjánum. Ég ruglast líka á stefnan á að innibera leiðbeinandi verklagsreglur forgangsröðun, faglegt mat og tengingu við þá fjármuni sem bæjarfélagið ásátt að verja til safna og setra á svæðinu. Ýmis söfn og setur hafa auðgað bæði mannlíf og ferðaþjónustu á Akureyri og bæði á það við það þau söfn sem Akureyrarbær rekur með beinum hætti sem og þau sem njóta stuðnings bæjarfélagsins. Þau eru verðmæt og ber að þakka ástríðufullu hugsjónafólki fyrir að hafa gert þau að veruleika. Við vitum það hins vegar að öll vinna í sjálfboðaliða starfi ekki eilíf. Iðulega kemur að þeim tímapunkti að nauðsynlegt að fá stuðning sveitarfélagsins ef söfnin og setrin eiga að halda áfram að blómstra. Því nauðsynlegt að sveitarfélagið sé með faglegar, skýrar verklagsreglur hvað, hvort og hvernig þau eru reiðubúin að koma að slíkum verkefnum. Við vinnum áfram með gildandi menningarstefnu þó hún sé í útrunnin og í kjölfar vinnu við safnahluta hennar nauðsynlegt að endurskoða heildarstefnuna og þá ekki síst aðgerðahluta hennar. Í starfs- og fjárhagsáætlun stjórnar Akureyrarstofu fyrir þetta ár var ákveðið að auka framlag Akureyrarkaupstaðar til verkefnisins greiðum listamönnum. Menningarsjóður hefur verið efldur og hluti hans nýttur til að styrkja ungt og efnilegt listafólk. Þá hefur verið ákveðið að styðja með veglegum hætti við barnamenningahátíð og 3 milljónir eyrnamerktar þeirri hátíð í ár. Áfram unnið með áætlun framlög ríkisins til skáldahúsa, sameiginlega markaðssetningu safna og aukið samstarf safna. Við viljum að lokið verði við samning við Landsbókasafnið eða ríkið skilaskyldu en í okkar huga í gildi ósanngjörn lög skilaskyldu þar sem Akureyrarkaupstaður, eitt sveitarfélaga landsins, ber samkvæmt lögum kostnað vegna þeirra laga. Bæjarstjóri hefur nýverið fundað með menntamálaráðherra vegna málsins og vonast til þess að einhverja breytinga verði að vænta. Starfsmenn listasafnsins í samvinnu við starfsmenn umhverfis- og mannvirkjasviðs hafa tekið saman lista vegna viðhalds útilistaverka og sá lista ætti að vera komin inn á borð umhverfis- og mannvirkjasviðs en mikilvægt við gerð næstu fjárhagsáætlunar að gera ráð fyrir viðhaldi þeirra og því gott að forgangslisti liggi nú fyrir. Eitt af verkefna sem í gildandi menningarstefnu sem við höfum áhugaði að vinna áfram með í næstu fjárhagsáætlun að ákveðið hlutfall byggingakostnaðar nýbygginga á vegum Akureyrarbæjar renni í sjóð sem eyrnamerktur verði listaverkakaupum og listskreytingum. Endurbótum á listasafninu á Akureyri lauk á síðasta ári sem kunnugt Óhætt að segja að vel hafi tekist til og gestir safnsins og fagfólki í myndlistageiranum líkur upp einum rómi það. Húsið nú öruggt eins og nýtt og getur nú loks orðið það sem til stóð. Listasafn en ekki bara opinber sýningarsalur eins og það var í rauninni áður. Safnið hefur mikla möguleika til að dragast til sín nýja gesti með hugmyndaauðgi í sýningarhaldi og kynningarstarfi muni það takast. Þó fara verði varlega að draga ályktanir af aðsóknartölum þegar svo stuttu tími liðinn þá líta þær vel út. Gestir á tímabilinu ágúst-desember á síðasta ári voru 9.600 í samanburði við 7.100 á árinu 2016 og 6.600 á árinu 2015.
Við höfum ekki 2017 með inn í þessu samanburði þar sem að voru náttúrulega skertur rekstur á þeim tíma. Á síðasta ári var undirritaður endurnýjaður þjónustusamningur við Minjasafnið á Akureyri sem gerir safninu fært að halda áfram og þróa það frábæra starf sem þar er unnið. Minjasafnið rekur jafnframt gamla bæina Laufási sem kunnugt er og með sérstökum samningi við Akureyrarbæ, safnið í Davíðshúsi sem og Nonnahúsi. Á síðasta fundi stjórnar Akureyrarstofu var jafnframt samþykkt að heimila Minjasafninu að ganga inn í samningum rekstur leikfangasafnsins í Friðbjarnarhúsi. Á Amtsbókasafninu hafa orðið töluverðar breytingar á starfseminu undanfarið og hefur ekki farið fram hjá neinum sem fylgjast með að þar iðar allt sannarlega lífi. Starfsfólk fór í talsverða endurskipulagningu á störfum sem fólu það í sér að gera minna af því sem var leiðilegt og meira af því sem er skemmtilegt. Og minnst það reyndar bara mjög gott leiðarljós í öllu lífi og starfi. En Amtsbókavörður orðaði þetta einmitt svona og hann hefur lýst yfir að hann vilji að bæjarbúar taki safnið yfir, sem er í rauninni skemmtilegt og þjónandi í hugsun. Of langt mál er að telja upp allt það sem framfer í safninu fyrir utan útlánastarfsemina, en klúbbar, námskeið, smiðjur og félagsstarf blómstrar þar sem aldrei fyrr. Og við getum verið sérstaklega stolt af því að safnið leiðir verkefni í yndislestri á landsvísu. Rekstur Héraðsskjalasafnsins er öruggur og góður, safnið er virt í viðburðarhaldi og sýningum, bæði eitt og sér og í samvinnu við önnur söfn í bænum. Nýlega barst frá Þjóðskjalasafni Íslands úttekt á starfsemi safnsins. Skýrslan verður tekin fyrir á næsta fundi stjórnar en flestir þættir úttektarinnar koma vel út fyrir safnið. Það eru helst atriði sem snerta skil og móttöku rafrænna gagna sem gerðar eru athugasemdir við, enda á eftir að koma skikja á þá hluta á landsvísu og skilgreina hver gerir hvað og hver greiðir hvað. Vel gengur hjá Menningarfélagi Akureyrar þessar mundir, nýja lokið sýningum og kabarett fyrir framúrskarandi uppsetningu og ótrúleg gróska í kringum sinfoníuhljómsveitina. Ég vil þar sérstaklega nefna upptökustarfsemina sem fer fram í hofi og vex öruggum skrefum. Það er magnað að hugsa til þess að Akureyri sé í gegnum þetta ævintýri orðin útflutningsbær tónlistarkunnáttu, því hér er gjaldeyris skapandi starfsemi að ræða. Fyrir jól skipaði bæjarráð starfshóp aðkomu Akureyrarbæjar að listnámi. Í ljósi þess að samningar milli Akureyrarbæjar og Myndlistarskólans á Akureyri rennur út í lok þessa skólaárs. Í starfshópnum voru auk mín Ingibjörg Ísaksen, formaður fræðsluráðs og Hildur Bettý Kristjánsdóttir, formaður frístundaráðs. Við erum senn að ljúka störfum og munum leggja tvennt til. Annars vegar að standa að ráðstefnu undir yfirskriftinni á að bjóða upp á myndlistarnám á háskólastigi á Akureyri. Á ráðstefnunni er lögð áhersla á að kynna það nám sem er í boði á framhaldsskólastigi, sem á að skapa umræðu hvort, hver og hvernig ætti að standa að listnámi á háskólastigi á svæðinu. Óskað verður eftir samvinnu við Myndlistarfélag Akureyrar, Myndlistarskólann á Akureyri, Menntaskólann á Akureyri, Menntaskólann á Tröllaskaga, Verkmenntaskólann á Akureyri, Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar og Háskólann á Akureyri, auk þess sem óskað verður eftir aðkomu menntamálaráðherra að ráðstefnunni. Mikil áhersla var í starfshópnum á að forma leiðir til að efla megi listnám fyrir börn í sveitarfélaginu og að horft verði sérstaklega til verkefnisins samfelldan skóladag barna í því samhengi. Starfshópurinn mun væntanlega leggja til að starfsmenn á fræðslusviði, samfélagssviði og ungmennaráð vinni með verkefnastjóra samfelldan skóladag barna að undirbúningi og hugmyndavinnu fyrirkomulag aukins framboðs á listnámi fyrir börn. Svara þar spurningunum hvernig sé heppilegast að nálgast verkefnið, þannig að það skili sem mestu og hvernig gefist tækifæri til að tengja saman menningarstofnanir, listafólk, fólk í skapandi greinum, skóla og frístundastarfi. Áhersla er lögð á að rammi og fyrirkomulag verði haft í huga við gerð fjárhagsáætlunar 2020 sem og rammi og fyrirkomulag verkefnisins. Aðeins upplýsingastefnuna, eins og bæjarstjórn mann líklega glöggt eftir þá var upplýsingastefna samþykkt nýverið sem og aðgerðaráætlun þessa árs. Akureyrarstofa ber ábyrgð á nokkrum aðgerðaþáttum hennar, meðal annars gerð samfélagsmiðlastefnu, vefstefnu, leiðbeiningar samskipti við fjölmiðla og ákvarðanatöku gerð smáforrits fyrir þjónustu og upplýsingagjöf sveitarfélagsins. Ég hef mikinn áhuga á því að smáforrit líti dagsins ljós á næsta ári og stendur nú yfir undirbúningur næstu skref í þeim málum, en markmiðið er að auka þjónustu við íbúa og efla upplýsingagjöf. Framundan eru mörg spennandi verkefni á Akureyrarstofu. Eitt meginmarkmið ársins er að auka upplýsingagjöf fjölbreytta starfsemi sveitarfélagsins til íbúa þess. Fyrirhugað er að ráða starfsmann til 2 ára sem verkefnastjóra upplýsingamiðlunar til að fylgja því verkefni eftir og verður staðan auglýst laus til umsóknar innan skamms. Í því samhengi vil ég bara minna alla á að í nefndum á að skila fyrir 1. mars kynningaráætlun sviða.
Ég hvet alla til að nýta sér þau gögn sem við fengum nýverið frá Gallup viðhorf íbúa til þjónustu sveitarfélagsins. En þau ættum við að geta aðstoða okkur í rauninni við tvennt. Annars vegar að sjá hvað nauðsynlegt að bæta hjá okkur sjálfum, en gögnin gefa okkur einnig vísbendingu hvað það sem við þurfum að bæta að veita upplýsingar Því að víða unnið frábært starf sem íbúar vita jafnvel ekkert Og það sé yfir í ferðamálastefnuna. Unnið markvisst í samræmi við ferðamálastefnu Akureyrarkaupstaðar en þessi stefna að mínu mati alveg einstaklega velgerð og aðgengileg. Ef þið farið einhvern tíðan út í það að móta stefnu, þá mæli ég með því að taka þessa stefnu ykkur til fyrirmyndar. Í starfsáætlun og fjárhagsáætlun stjórnar sérstaklega horft til skilgreinda verkefna í ferðamálastefnunni og í samræmi við hana verkefni ársins á þessu sviði skilgreind. Sem dæmi verkefni á þessar áætlunin á þessa árs eru merkingum og vegvísum fyrir ferðamenn áfram fjölgað, helgaropplun í upplýsingamiðstöðinu aukin, átak í flokkun sorps fyrir erlenda ferðamenn, aukin markaðssetning Akureyrar sem ráðstefnubæ, áframhaldandi samvinna millilandaflug Akureyrarflugvöll í samstarfi við R66, að efla samstarf Akureyrarstofu og Markaðsstofu Norðurlands, að aðkoma Akureyrarstofu að ýmsum viðburðum verði endurskoðuð, formgera samstarf matvælaframleiðenda og framreiðenda, mörkun fyrir Akureyrarbæ eða branding, undirbúningur og áframhaldandi markaðsgreining og markaðssetning í Grímsey og Hrísey. Ferðamál í eðli sínu umfangsmikil og ábyrgðarlíkur víða. Akureyri og hefur verið einn vinsalasti áfangastaður Íslendinga í áratugi og hefur hlutfall erlendra gesta vaxið hratt síðustu ár. Á Akureyri má gera ráð fyrir því að starfandi séu 200 fyrirtæki í ferðaþjónustu, svo sem gististaðir, veitingastaðir, kaffihús, bílaleigur og afþreyinga í ýmsu tagi. Kannski má segja að samfélagið allt sé í ferðaþjónustu og erfitt sé að gera nákvæmlega grein fyrir því hvað sé fyrir ferðamenn og hvað sé fyrir íbúa, en það kannski óþarfi. Stundum hefur því haldið fram að Akureyri sé aðeins viðkomustaður en ekki áfangastaður. En niðurstöður könnunar sem við höfum nýverið fengið sýna hins vegar að 70% þeirra erlendu ferðamanna sem hingað komu höfðu ákveðið áður en að ferðalagi til Akureyrar hófst að Akureyri yrði meðal þeirra áfangastaða. Þetta sýnir okkur í raun að Akureyri með sterkustu áfangastaða landsins og árangur sem hefur náðst í markaðsstarfi Akureyrarstofu og Markaðsstofu Norðurlands og þeirra fjölmörgu söluaðila sem beina viðskiptavinum sínum hingað. Það magnað að fylgjast með áhrifum að starfsemi bresku ferðaskrifstofunnar Superbreak á ferðaþjónustu hér á Akureyri yfir lágönn í greininni. Að 350 til 400 gestir á viku geti haft svo mikil áhrif færir okkur heim sannin hversu miklum árangri má ná ef við opnum almennilega fluggátt inn á Norðurland. Árangur Bretanna vekur athygli og í vor mun hollenskt flugfélag hefja beint flug hingað líka. Það þarf líklega ekki að ítreka það á þessum vettvangi að þessi árangur hefur náðst þrátt fyrir áður hafi í rauninu komið fram að það væri engin eftirspurn eftir beinu flugi til Akureyrar. En það hefur hér með verið afsannað. Nú komið tíma hjá ríkisvaldinu að standa sig í stykkjunni í uppbyggingu aðstöðunar við alþjóðaflugvöllinn á Akureyri, ekki bara vegna hagsmuna ferðaþjónustunnar á Íslandi, heldur líka vegna brýnna öryggissjónarmiða. Við höfum sýnt fram á eftirspurnina og framúrskarandi þjónustar til staðar og það er ekki eftir nokkrum einasta hlut að bíða við að byggja upp flugstöð og flughlað. Ég læt þessari yfirferð hér með lokið en það er ljóst að verkefnastjórnar Akureyrarstofu og starfsmanna snúast að miklu leyti að gera Akureyri að áhugaverðum og spennandi stað í mörgu tilliti. Áhugaverðum áfangastað fyrir gesti en líka vettvang fyrir þá sem kjósa að lifa hér og þroskast. Og það er forréttindi að fá að koma að því stóra verkefni. Ég bendi ykkur síðan á að fjármál, það fylgir með þessari greiningu umfjöllun fjármál málaflokksins. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gíslasdóttir, loki málsins næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka formanni Akureyrarstofu fyrir mjög greinargott yfirlit yfir starfsemi stofunnar eða stjórnarinnar. Það er ein leiðrétting hérna sem er nú bara hlýtur að vera ásláttarvilla. Hún Eva
Eva Hrund, en ekki Eva Hrönn. Það hlýtur að leiðréttast með einföldum hætti. En hún er því miður veik og gat ekki verið í þessu umræðin. Hún er semst okkar fulltrúi í stjórn Akureyrarstofu og hafði mikinn hug á því að vera með ítarlegt innlegg hérna í kjölfar þessa. En ég ætlaði svona aðeins að byrja á því að ræða örlítið atvinnumáli og atvinnustefnuna. Það er alveg ljóst að þar er verk að vinna. Því miður þá gerðist það í upphafi síðasta kjörtímabils að menn hlupu undan sér. Það var nýbúið að samþykkja metnaðarfulla atvinnustefnu. Þá er ákveðið að fara og taka verkefni út úr Akureyrarstofu og færa það inn í sérstaka atvinnumálanefnd og færa í raun atvinnumálafulltrúan sem einsmanns deild sem heyrði beint undir bæjarstjóra. Þetta var að mínu viti þá, og er það svo sem enn, algjör della. Vegna þess að einsmanns deild, hún bara funkar ekki, hún virkar ekki. Þegar atvinnufulltrúan hætti, þá hefur raun ekkert verið gert í málinu síðan. Ég veit ekki til þess að það hafi verið ráðinn atvinnufulltrúi í stað viðkomandi starfsmanns, hvorki inn í kerfi bæjarins eða atvinnuþróunarfélagsins eins og talað var og það er miður. Þetta er eitthvað sem við þurfum að taka til okkar og reyna að gera eitthvað í. Ef við ætlum að færa verkefni inn til atvinnuþróunarfélagsins, þá þurfum við líka að færa með fjármagn. Það er mjög gott að þá að fara að endurskoða atvinnustefnuna og það var ágætisfundur daginn á vegum og í samstarfi við SATA þar sem var farið yfir þetta samtök atvinnulífs á Akureyri og þar var verið að kalla eftir auknu samráði og samtali og reyna að ná svona heildstæðir í stefnu og sýnu það hvert við viljum fara í atvinnumálunum. Akureyrarbær taki þá til sín það sem að honum snýr og atvinnulífið það sem að því snýr. Þetta er mjög gott. Þetta var raun líka gert að mörgu leyti þarna í byrjun árs 2014 þegar við að samþykkja þá atvinnustefnu sem er nú í gildi. Það er alveg rétt að hún er úrelt en það var aldrei unnið eftir henni. Hún varð einhvern veginn svona munaðarlaust barn sem varð bara að engu og gufaði einhvern veginn upp í kerfinu. Þetta er mjög slæmt þegar þetta gerist og í raun og veru bara má ekki gerast. Mönnum var náttúrulega ljóst eftir dálítinn tíma að það var ekkert með þessa atvinnumálanefnd að gera en það hafði hann ekkert hlutverk, einhvern veginn gat ekki skapa sér þetta hlutverk, gat ekki fóta sig í þessum heimi og fyrir viki var hún lögð niður eftir 30 ára starf. Og nú er verkefni einhvern veginn komið aftur til Akureyrarstofu en atvinnumálafulltrúin er ekki komin inn eða einhver starfsmaður sem að sinnir þessu per se. Ég er alveg sammála því að við þurfum að horfa á þetta í stærra samhengi eins og hér er verið í að. Það þarf að horfa á þetta í samhenginu Eyjafjörður og Þingeyjarsýslur eða bara Norðurland eystra. Þetta er orðið eitt atvinnusvæði með þessari holu sem er ekkert og það er bara alveg rétt og við eigum að fara að horfa á þetta þannig. En þá þurfum við líka að styrkja og efla þær stofnanir sem að eiga að fjalla og takast á við það verkefni að efla atvinnulíf og styðja við atvinnulíf á svæðinu. En það þýðir ekki það að bæjarstjórnin eða við sem bæjarfulltrúar getum bara sagt já nú er þetta verkefni komið til einhver annara. Við þurfum líka að axla ábyrgð í þessu, sýna áhuga og vilja og ég bara fagna því að hafa heyrt að því að bæjarstjóri og forseti bæjarstjórnar hafi verið hér á ferð og heimsótt atvinnufyrirtæki daginn og það er bara vonandi upphafið að auknum samskiptum bæjar yfirvalda við fyrirtækin og því ber bara að fagna. En við þurfum að, ef við ætlum að uppfylla það sem hér var sagt, að leggja áherslu á framúrskarandi þjónustu sveitarfélagsins við atvinnulífið sem felst í lipru viðmóti, ríkri þjónustuleynd, lausnamiðaðri aðstoð og upplýsingagjöf, þá þurfum við að taka okkur tak. Það er algjörlega morgunljóst miðað við upplifun atvinnulífsins og fulltrúa þeirra. Þetta er margoft komið fram í heimsóknum okkar
til atvinnufyrirtækjana í samtali við fulltrúa þeirra og ég gerir ráð fyrir að við öll heyrt þetta. Og þá bara spurningi hvernig ætlum við að gera þetta? Jú, við byrjum á samtalinu vissulega, en það er ekki nóg að eiga samtalið. Við þurfum að koma þessi í verk þannig að þeir sem að þetta snýst upplifi það að hér sé lipur þjónusta og mikil þjónustu lund við aðila vinnumarkaðarins og þeirra sem standa undir þeirri atvinnu sem hér er sköpuð. Þannig að þetta er eitt af þessum stóru verkefnum, finnst mér, sem við stöndum frammi fyrir og er svona eina af þessum kjölfestum í bara frekar íbúðaþróun, vexti og viðgangi þessi sveitafélags. En það er eina af grundvallarforsendunum þarna finnst mér líka að við sameinum þá aðila sem við erum að borga inn til sem er Eyþingu og atvinnuþróunarfélagið og svo þá atvinnuþróunarfélag Þingeyinga. Við þurfum að sameina kraftana þannig að það verði eitthvað afl til útrús. En við verðum þá líka að gæta þess að færa ekki valdi þannig út að við séum búin að tapa því og búa til þriðja stjórnsýslustigið sem ég er alfarið á móti. Bara alfarið. Auðvitað eiga sveitarfélaginu að sameinast, en ef við náum ekki sameinast, þá verðum við einhvern veginn að ná saman verkefnið, en við þurfum alltaf að gæta þess að færa ekki valdi frá okkur sjálfum, samt sem áður. Nú, aðeins hérna varðandi safnastefnuna, þá er það eitt af því sem hefur kannski einkennt Akureyri hér spretta upp fjölmörg söfn og hafa sprottið upp á undanförnum árum. Og það er alveg hárrétt, við þurfum á einhvern hátt að búa til einhvern ramma í kringum söfnin, þannig að við höfum einhverja framtíðarsýn hvað þetta varðar. En það sem er kannski skemmtilegt við þessa grósku, það er í raun einstaklingsframtæki sem birtist í því þegar söfnin eru búin til. Og ég velti fyrir mér, hefði okkur hér inni einhvern veginn dottið í huga stökkva til og ná í húna annan og fara að vernda hann og fara að mála og breyta og ég veit ekki hvað svona skapa aðstöðu fyrir eldri sjóara sem hafa gaman á að dútlífis. Ég held ekki. Okkur hefði aldrei dottið í hug. Hefði okkur dottið í hug að setja upp iðnaðarsafnið á sínum tíma? Það held ég ekki. Þannig að við þurfum með einhverju móti að tryggja það að við kæfum ekki svona frumkvæði eins og þarna birtist, en við verum að sjálfsögða að hafa einhvern ramma utan við þetta. Við höfum mörg svona söfni, svo Norðurslóðasafni núna, Mótrihólasafnið og fleiri söfn sem eru rekin bara á enga forsendum, en vissulega getur komið að því að þessi söfn, það verið leitað eftir því að bærinn takið yfir. Og þá verðum við náttúrulega að hafa einhverja sýn og stefnu á það hvernig við viljum gera þetta. En ég ætla bara að benda á að við verðum að passa okkur að kæfa ekki þetta frumkvæði sem birtist í svo svo dásamlegt í sjálfu sér og gerir Akureyrarbæ að mörgu leyti það sem hann er í þessum málum. Svo ég gleymi nú ekki flugsafninu. Aðeins útilistaverkin líka. Við hefum aðeins rætt þetta í umhverfis- og mannvirkjaráði vegna þess að það voru nú uppi hugmyndir til dæmis að færa Hörpu bænarinnar, það var ákveðið á fundi stjórnar Akureyrarstofu að gera það ekki og eftir því sem mér skilst þá var það fyrst og fremst vegna þess að það var ekki til fjármagn. Það hafa komið fram óskýrun það að færa til dæmis það listaverk niður að Akureyrarkirkju þar sem það er talið njóta sín betur. Það er núna umvafi gróðri á Hamarskotstúni og maður þarf að hafa dálítið fyrir því að sjá þetta listaverk. Og það er náttúrulega bara verk sem við þurfum að fara í, að það er bara hreinsa til í kringum þetta og við verðum með einhverju móti að sjá til þess að þessum listaverkum sé sýnd, að þeim sé sýndur sómi. Því að þetta er að sjálfsögðu ákveðu augnaindi og ég þarf ekki að fara á listasafni og borga mig þar inn til að sjá þau, ég get bara labbað þeim. Þannig að það er alveg frítt að þeim.
Þá aðeins að Listasafninu. Það voru hérna fréttir daginn að viðtal við forstöðumann Listasafnsins þar sem hann hafði áhyggjur af því að þær fjárveitingar sem hann hefði til reksturs dygðu varla og var að tala það að það væri ansið þröngur rekstur á Listasafninu. Nú leikur það alveg ljóst fyrir að það var lögð hérna fram með rekstrar áætlun fyrir Listasafninu á sínu tíma sem átti að sýna fram á það að það yrði ekki mikill rekstrar kostnaður auki af þessari stækkun, annað en þá innri leiga og það bara vel ef það stendur. En ef það að koma til þess að menn telja að það sé ekki nægjanlegar fjárveitingar til staðar til að standa sómasamlega verki í þessu stóra húsi, þá ætla ég bara að stinga því hérna hvort það væri það ekki bara ástæða til þess að skoða það að leigja til dæmis Ketilhúsið út í lengri tíma. Það aðskilið frá, þarf ekkert endilega að vera hluti af þessi reyningu. Það geti bara leyst þennan vanda. Það alveg örugglega til og ég hef heyrt af aðilum sem væri alveg til í að leigja þetta húsnæði fyrir sýningar til lengri tíma. Þannig að þetta bara svona hugmynd sem við getum aðeins velt fyrir okkur í þessu samhengi. Aðeins svo bara í lokin ferðamálin og ferðaþjónustuna. Það alveg ljóst að við erum að upplifa hér heilmikla þróun í þessum málum með tilkomi Superbreak og vonandi beinaflugsins sem verður í sumar á við þessara hollensku skrifstofu. Það hefur eins og komið í ljós og við þurfum að passa okkur á því að okkur skortir náttúrulega uppbyggingu á flugvellinum og við erum að vinna í því og vonandi hefst það að koma því í gegn. En ég heyrði líka því að líklegast yrði ekki ferðir á vegum Superbreak að ræða í desember á næsta ári, bæði vegna þess að það var ekki eins mikil eftirspurn eftir þeim ferðum eins og maður reiknaði með. Svo líka hitt að það innviðirni hérna, þar að segja þjónustan við ferðamennina, til dæmis við jól og áramót, hefði bara alls ekki verið nægjanlega öflug. Og það kannski eitthvað sem við þurfum að sem samfélagans að velta fyrir okkur hvernig við ætlum að mæta og taka á. En það alveg klárt mál að það hefur verið unnið heilmikið í þessum málum og verið að gera marga góða hluti og við þurfum bara að halda vöku okkar og halda áfram að vinna vel og stefnum miðað að þessum málum og ég vona svo sannarlega að okkur takist að vinna markvissa atvinnustefnu sem að verður svona í því formi sem ferðamálastefnan og ég get alveg tekið undir því að með bæjarfulltrúa Hildi Jönu, formanni Akureyrarstofu, stjórnar Akureyrarstofu, að sú stefna mjög vel unnin og getur alveg verið góð fyrirmynd annarra stefna. Takk í bili. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja bara á að þakka Hildi Jönu bæjarfulltrúa fyrir hennar yfirferð og kannski líka bara fagna þeim ferska blæ sem að Hilda hérna kemur með inn í þennan málaflokk og sín sem að hún hefur á málaflokkin og svona aðeins að draga okkur inn í 21. öldina mínum mati og ég held að það sé jákvætt. Við erum að sjá hér áherslur á upplýsingagjöf í gegnum Akureyrarstofu sem að ég tel að vera mikilvægt fyrir okkur, bæði fyrir bæjarbú alla og líka fyrir sjálfsmynd okkar, að við svona áttum okkur á því að við erum hér með mjög öflugt sveitarfélag og við þurfum að koma því betur á framfæri bæði við íbúa og svo ekki síður þá sem hingað vilja sækja. Og þá kannski kem ég akkurat að einu atriði sem mér fannst kannski við svona svolítið vera að ræða og oft rætt það er á Akureyri ekki ákjósanlegur ferðamannastaður. Ég held nefnilega að hann sé það og við erum alltaf að tala að hér sé ekkert hægt að gera. Það engu að síðu þannig að margir þeir sem koma hingað útlendingar, ég mætti nú bara útlendingum á labbi hér í gær og þeir voru einmitt að spurja mig
Hlíðarfjall og hvað væri í gangi þarna og vildu helst fara af Vísu, vildu fara þarna í gærkvöldi klukkan hálf 8 upp í fjall en ég sagði að það væri búið að loka. En það ýmislegt að gerast hérna og þeir voru bara dásamaða hvað þetta væri fallegu bær. Og við megum bara að vera svolítið stolt af því og það sem gerist núna með þetta gati gegnum fjalli sem menn talaði sé ekki neitt að það gefur líka okkur möguleika á því að tengjast hérna og ég ræddi við eitt ferðaþjónustuaðila daginn og hann sagði að þetta skapaði mikla möguleika fyrir ferðaþjónustuna hérna, veitingastaði og gististaði vegna þess að það var orðið styttra að fara í þessar náttúruperlur sem eru hérna í kringum okkur og ég vil bara meina að sé hluti af Akureyri. Við erum að horfa svolítið á Akureyri sem viðkomustaðinn, efla flughingað og gera Akureyri svona miðpunti sem fólk sækist í. Og síðan getur það farið hér í þessar náttúruperlur sem eru hér í kringum okkur, allt í kringum okkur og notað Akureyri svona sem áningarstað þar sem að fjöldi veitingastaða og gististaði fyrir hendi. Þannig ég held að við þurfum aðeins að horfa á það að Akureyri bara ákjósanlegur ferðamannastaður að mínu mati. Aðeins að því sem var hér talað varðandi atvinnumálanefndina og Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi kom inn á það að það hefði margt misfarist á síðasta kjörtímabili. Það alveg rétt að við ákváðum á síðasta kjörtímabili að stofna atvinnumálanefnd og það markmiðið var með því að auka svolítið áherslu á þessa atvinnumálastefnu sem var þó til. Ég get alveg tekið undir að það hefði mátt gera betur. Þarna var einn starfsmaður og það kannski ekki nógu gott að vera með einn starfsmann og kom fram í máli bæjarfulltrúa Gunnars. En þá við akkurat að skoða möguleikann á því að hvernig viljum við sjá þetta í framtíðinu og það akkurat það sem að Hilda Jana bæjarfulltrúi kom hérna inn á. Það spurningum að hvort við getum sameinað þetta sameina starfskraftana inn í sameiginlegu félagi, Eyþings og atvinnuþróunarfélagana og svona markaðsett okkur betur þar í gegn. Þannig ég held að það sé tækifæri sem við eigum að horfa til. Þar sé möguleiki á því að vinna betur í okkar atvinnumálum þá í samstarfi við fagaðila eða þess að fleiri aðila og það getur vel verið að það kosti okkur að við þurfum að borga meira inn til þessa félags en það verður þá bara það er kostnaður sem við verðum að gjalda fyrir það að leggja meiri áherslu á þetta. Það var nú verið að tala hérna skal ég segja, ýmislegt sem að komi fram í máli Hildu Jönu bæjarfulltrúa og formanns Akureyrarstofu og mér langar bara aðeins að tína til nokkur atriði sem við megum bara vera stolt af. Við erum að bæta hér í til að mynda menningarsjóðin, við erum að bæta hér í greiðslu til listamanna, þetta tel ég mjög jákvætt. Við erum að leggja peninga hér í barnamenningahátíð og það er ýmislegt svona sem er jákvætt í þessu. Bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á varðandi safnastefnuna að við þurftum að huga því þessari frumkvöðla starfsemi sem er í gangi og þá er akkurat mjög brýnt að við höfum safnastefnu og ég brýni bæjarfulltrúa Hildu Jönu með það að koma þessari safnastefnu áfram vegna þess að það er mjög mikilvægt að við séum með ákveðna stefnu það hvað við ætlum að gera þegar að svona söfn komast á legg, hvernig ætlum við að taka við þeim eða ætlum við að taka við þeim. Það er því spurning sem við verðum að svara. Getur bærinn tekið endalaust við söfnum sem stofnuð eru af eða frumkvöðlum? Er ekki betra að leikregluna liggi fyrir og frumkvöðlunni viti hvað þeir geta gert? Í stað þess að við sitjum uppi með það að þegar búið að stofna söfnin að við þurfum að fara að taka ákvörðun ætlum við að gera eitthvað eða ekkert. Þannig að þetta er mjög gott og brýnt að koma þessari safnastefnu á. Ég líka held að við getum verið mjög stolt af því eins og kom fram í máli Hildu Jönu bæjarfulltrúa að listasafnið opnaði á síðasta ári og hér var rætt það í máli bæjarfulltrúa Gunnars að það væri safnstjórinn hefði talað að sér vantaði meiri aur til þess að reka safnin. Það er alltaf þannig með alla sem eru að reka fyrir okkur að við höfum heyrt þennan söng eða ekki þennan söngu, þetta hefur verið talað bæði í rekstri menningarfélagsins og líka listasafnsins núna, það vantar alltaf peningar til allra hluta en við þurfum náttúrulega bara að setjast niður og sníða okkur stakk eftir vexti í þessum málum. Það lítur að reka þetta safn bara á þeim nótum sem að við höfum efni og ætlum að leggja í þetta, þannig að það er mikilvægt að því sé haldið til haga. Við mögum líka, það er eitt sem að mér finnst líka við þurfum að vekja athygli og það er þetta upptökustúdíó sem að við ákváðum á síðasta kjörtímabili að fjármagna og er núna að fara að koma til með að skila okkur verulegu gjaldeyristekjum eftir því sem best fær skilið og það verður hér mikil hátíð
24. mars næstkomandi þegar Sinfónían fagnar 25 ára tónlistarafmæli sínu og þá verður þetta upptökustúdíó kynnt fyrir bæjarbúum sem ég held að sé einstakt og eins og forsvarsmenn Sinfónían tala og þá eru þeir að keppa við hér erlendar stórborgir og við erum kannski að færa hingað inn í okkar samfélag atvinnutækifæri fyrir atvinnumenn í hljóðfæraleik sem vel. Ég held að sé líka ástæða til þess að benda á og tala á jákvæðum nótum þetta framtak Amtsbókasafnsins, þar sem verið að færa líf í Amtsbókasafni og maður hefur tekið eftir því upp á síðkvætti. Það ýmislegt spennandi að gerast það, boðið upp á alls konar afþreyingu og skemmtilegheit og það vel að svo sé. Ég búin að fara víða og langar bara helst að lýsa yfir ánægju minni hvernig þetta að gerast. Ég held líka, við verðum líka, þó ég hef verið að hljósa bæjarfulltrúa Hildu og formanni Akureyrarstofu, þá held ég að stjórn Akureyrarstofu sé vel skipuð og ég sakna af þess að bæjarfulltrúi Eva Hrund skuli ekki vera hérna í dag vegna þess að hún vel inn í þessu málaflokki og hefði geta bætt mjög vel inn í þessa umræðu þó að bæjarfulltrúi Gunnar hafi reynt að koma í hennar stað. Engu að síður þá held ég að það hefði verið gott að hafa hana í þessar umræðu og þarna ég held að sé bara brýnt að við sýnum fram á það að við erum svolítið samstíga í þessum hlutum og það akkúrat það sem ég skynja í gegnum störf Akureyrarstofu. Það engin ágreiningur, menn eru að taka þarna sameiginlegar ákvarðanir, við erum að stefna í því að gera góða hluti betri og það held ég að sé vel. Það var aðeins rætt hérna atvinnumálastefnuna, ég ætla aðeins að koma aftur inn á það hefur komið fram að við svona kannski náðum ekki að fylgja henni nógu vel eftir og það kom ágætlega fram á fundi sem haldið var hér með samtökum atvinnulífsins eða SATA í síðustu viku í máli Þórgnýs Dýrfjörðs, verkefnastjóra hjá Akureyrarstofu, varðandi þessa atvinnumálastefnu að hún var bara allt og viðamikil að mörgu leyti. Það var verið að draga inn í þetta ábyrgðaraðila sem við höfum ekkert með að gera. Og ég held að sé mikilvægt að við setjum í stefnuna eða gerum aðgerðaáætlun þegar við erum að skapa stefnu sem byggir á því að við séum ekki að draga einhverja aðila sem við höfum ekkert yfir að segja inn í einhver aðgerðir, heldur séum frekar að búa til aðgerðir sem við ráðum við og getum gert í samvinnu við þá félög sem við ráðum yfir eins og Atvinnuþróunarfélag, Eyþing og Markaðsstofuna og fleira. En þegar við erum farin að draga inn í þetta aðila sem eru einhvers staðar annars staðar í kerfinu, þá verðum við að mista eiga samtalið og samráðið áður en við förum að gera þá ábyrga fyrir aðgerðum. Þannig að það var mjög athyglisvert sem að Þórgnýr talaði Ég held ég bara að láti þessu loki, ég bara eins og ég segi aftur lýsa ánægju minni við þetta sem fram hefur komið hér í dag og ég held að við séum bara á góðri leið. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég á nettum bömmur með að hafa kallað hana Evu mína Hrönn. Þetta tengist nú bara því að ég átti samnemenda í grunnskóla sem hét Eva Hrönn. Þetta hefur komið eitthvað alveg í gegn. Eva Hrönn, það sjálfsögðu, ég biðst innilega afsökunar, en það einmitt sammála því, ég saknaði þess að hafa hana hérna í dag. En það eru nokkri hluti sem ég langaði að nefna. Í fyrsta lagi þá vil ég nefna að það hefur mikill árangur náðst á vissum sviðum atvinnustefnunar, sérstaklega á þeim sviðum sem eru í okkar valdi, af því að hún skiptist í nokkra kafla, rannsóknir og menntun, og ef við byrjum til dæmis þar, þá höfum við ekkert mikið rannsóknir og menntun að segja með öðrum hætti en þá að styrkja einhvers konar rannsóknir eða benda á. Við segjum ekki háskólunum eða framhaldsskólunum þar sem það eru ríkisreknar stofnanir hvað að gera. Varðandi ferðaþjónustu, verslun og almenna þjónustu, þá hefur gengið að mínum mati vel. Við höfum náð bara ótrúlegum árangri á sviði ferðaþjónustu. Síðan kemur kaflinn iðnaður, sjávarútvegur og hefðbundnar atvinnugreinar. Þarna komum við kannski aftur að því að við förum ekkert að segja sjávarútveginum eða iðnaðinum í hvaða átt þeir eiga að þróast. Og þau, ég var að segja það kannski, þau. Síðan kemur lýðheilsa, heilbrigði og umhverfismál og við höfum náð frábærum árangri það með að búa til og skapa og taka framfærir í lýðheilsu í samfélaginu. Og síðan koma menning og skapandi greinar og þar til ég höfum náð líka frábærum árangri. Og svo stjórnsýsla og stóðstofnanir þar sem ég held við megum
gera betur. Það sem að kannski vantar inn í þetta og við Þórgnýr höfum til dæmis rætt samráðsvettvangur. Að ef að við ætlum að eiga í virku samtali málefni þá það sem að vantar inn til þess að fylgja þessum verkefnum eftir samráðsvettvangur við atvinnulífið, samráðsvettvangur við ríkisstofnanir. Ef við ætlum að hafa eiga ykkur samtali sjúkrahús eða heilsugæslu eða eitthvað annað, þá þurfum við samráðsvettvang þar vegna þess að við stjórnum þeim ekki. Og það sama með samráðsvettvang við skóla. Þannig að það eiginlega svona 3 samráðsvettvangar sem að vantar til þess að Akureyrarbær geti átt í virku samtali og tekið ákvörðanir sem að eru í samræmi við það sem að þessir aðilar gera og við stjórnum vissulega ekki. Og til þess að ná fram því hvað við getum gert til að gera betur til að vera góður vettvangur fyrir atvinnu. Þannig ég vil alveg, þetta alls ekki þannig að þó okkur langi til þess að bæta betur og gera betur, að þá það alls ekki þannig að það hefði ekki ýmis ánrangur náðust og að því að vera að tala að það væri ekki atvinnumála fulltrúi. Í fyrsta lagi þá má segja að allir starfsmenn Akureyrarstofu séu atvinnumála fulltrúar. Menning atvinna, ferðamál eru atvinna. Og það má ekki horfa fram hjá því eins og það sé ekki alvöru atvinna. Þannig að ég vil nú svona aðeins að við minnum okkur á það. Hvað varðar svona þetta þjónustustig, þá ég svona svolítið sammála og það kannski eitthvað sem mér finnst það fallegt, það var verið að tala það, það hef ekki bara verið Þórgnýr, það var verið að tala orðið sem okkur vantar kannski á Íslandi, við tölum embættismenn, sem í rauninni dálítið glata orð. Það miklu fallegra að segja public servant og það segir miklu meira það hvernig við viljum sjá okkur þróast í því að vera þjónandi fyrir almenning og bæði embættismenn og bæjarfulltrúar. Þannig að mér finnst það eitt og sér vera eitthvað svona sem við getum kannski unnið svolítið í allavega svona hugmyndafræðinni. Og hvað varðar að það sé enginn að sinna atvinnumálum, þá bara ítreka í það eru allir á Akureyrarstofu að sinna atvinnumálum með einum öðrum hætti. Varðandi að kæfa ekki frumkvöðla, þá tek ég alveg undir það og ég get nú ekki beint séð að það hefur sérstaklega verið að gera það hérna, þvert á móti, þá hefur bærinn einmitt stutt vel við frumkvöðla. Það sem bara mikilvægt að átta sig á hversu langt erum við til að ganga, hvað ætlum við að verja miklum fjármunum til þessa, að því að ef við tökum engar ákvarðanir og enga sterkar sýn og höfum ekki stefnu, þá hvorki frumkvöðlarnir né við sjálf sem að vitum fyrir kannski á ögur stundu hvernig við ætlum að takast á við það. Varðandi Hörpu bænarinnar þá snerist það nú ekki peninga, við fórum og fengum forstöðumann Listasafnsins og starfsmann Umhverfismiðstöðvar til þess að greina öll útilistaverkin og mikilvægi á viðhaldi þeirra og meðal annars skoða staðsetningu Hörpu bænarinnar. Og þau mæltu með því að Akureyrarstofa myndi ekki færa hana, heldur einmitt frekar grisja, lýsa og gera aðgengi að styttunni þannig að úr garði gert að bæjarbúar myndu njóta þess betur. Þannig að það kom nú bara frá þeim. Já, ég held að þetta hafi verið bara svona nokkurn veginn það sem ég vildi segja. Ég held að aðalatriðið sé að við þurfum að halda áfram, við þurfum að gera ýmislegt betur og það fer svolítið finnst mér eftir hvernig þetta þróast þessi vinna með hvað við ætlum að vinna sameiginlega þessi 13 sveitarfélög og hvað við ætlum að gera Akureyri, en ég aftur segi það að okkar sýn, okkar stefna, kjörinna fulltrúa verður alltaf það leiðarljós sem að stoðstofnanir okkar þurfa að vinna með. Þannig að það alls ekki þannig að hugmyndafræði stefnu eða sýn verði úthýst til stoðstofnana. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti bæjarfulltrúar, ég veit ekki hvar ég á helst að byrja, en einhvers staðar verður að byrja. Spurning með alla þessa peninga sem við erum að eyða í listina. Hún góð og gild og allilega með það og þá komum við að myndlistaskólanum sem stórt mál í mínum huga. Þar hefur verið unnið stórkostlegt frumkvöðlastarf í gegnum tíðina og hefur skapað ansi marga góða listamenn að ég tel. Ekki síst frábæra grafíska hönnuði og þetta eitthvað sem við verðum að halda utanum og ég hef nú alveg talað fyrir því að þetta ég heima í Háskólanum á Akureyri
og ég held að við ættum að í alvöru að leiða þetta svolítið saman og við mögum alls ekki missa þetta úr bænum, þannig að þetta sé ekki kennt hérna eins og gerðist með tölvunarfræðin á sínum tíma. Við með því að þetta hverfi frá okkur, að þetta eru svo góð atvinnutækifæri í þessum bransa, akkurat í þessari innbyltingu og þessari tækni og öllu saman, að þá er svo mikil þörf fyrir grafíska hönnuði og fólk sem að hugsa svona. Annað sem hefur verið mikið kvartað undan hér í bænum út í atvinnulífinu, ég veit ekki hvað þið verið mikið vör við það er þetta margum talaða samstarf háskólans við atvinnulífið á Akureyri. Það virðist ekki verið til staðar, með fullri virðingu. Fyrirtækin að leita eftir í upp í háskóla, þessi hægt að fá einhverja til að vinna einhver verkefni og eitthvað, og þetta bara erfitt. Þetta verður við eiginlega að laga. Svo annað með þennan atvinnufulltrúa eða hvað sem við höfum að kalla það, þessi atvinnumál. Ég held að þetta eigi bara alls ekkert heima inn í Akureyrarstofu. Ég bara sé það ekki. Ég held að þetta eigi frekar heima inn í þá bara, þó að Gunni segi að einn starfsmaður sé ekki góð deildi eða eitthvað, en ég sé fyrir mér starfsmann Akureyrar, atvinnumál og starfsmann Akureyrar bæjar sem að vinnur þá í AFE. Þar inni. Af því að þar fær hann feedbackið, skilurðu, en ekki frá einhverju fólki sem að skrifa fréttir inn á akureyri.is eða eitthvað annað, skilurðu. Þannig að ég sé þetta ekki alveg að þetta sé á réttum stað. Og við getum ekkert gert til þess að laga þessa hluti hérna, nema leikskólamálin sé í lagi. Áður fyrir að bíða þangað til börnin vera 2,5 árs til þess að koma inn í leikskóla, það gengur ekkert upp. Skipulagsmál, að það sé ekki til lóðir, það gengur heldur ekki upp. Þannig að við þurfum að koma þessu fyrst í lag. Síðan getum við farið að laða til okkar fullt af fólki og fyrirtækjum. Það er ekkert vandamál. Varðandi útflutningin á tónlistinni á Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, að þá það enn eitt einkaframtaki sem ég vil benda ykkur á, að þetta ekki tilkomið vegna þess að Sinfóníuhljómsveit Norðurlands fór í beina útrás, heldur flutti hingað maður frá Hollywood sem að fór að semja tónlist og láta Sinfóníuhljómsveit eða fá þá til að spila fyrir sig inn á bíómyndir. Þannig að þetta svona verkefni sem tilkomið vegna þess að fólk flytur búferlum og vil búa hér á Akureyri sem svo stórkostlegt. Og það akkurat að svona fólki sem við þurfum að hlúa. Við þurfum að hafa grunnstoðirnar í lagi til þess akkurat að svona skapandi fólk vilji búa á Akureyri en ekki einhvers staðar annar staðar. Takk í bili. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson, loki máli sinni til að biðja varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orði. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil eins og aðri byrja að þakka formanni stjórnar Akureyrarstofu, Hildi Jönu Gísladóttur, fyrir yfirferðina og einmitt greinagóða góða greinagerð á því sem að Akureyrarstofa að fást við hverju sinni. Og þetta sýnir svo vel hvað verkefni Akureyrarstofu einhvern veginn hafa snertifleti við nánast allt í samfélaginu. Þeir kannski ekkert ofsalega sýnilegir oft á tíðum, en svona eru yfir og umlíkjandi allt, og það náttúrulega svolítið eins og atvinnumálin. Og ég alltaf aðeins að fara inn á atvinnustefnu og atvinnumál og hvað við þurfum að gera í atvinnumálum. Ég ekkert alveg viss það að þurfum einhverja svakalega flókna og mikla atvinnustefnu. Bæjarfélagið þarf fyrst og fremst, eins og ég held að bæjarfulltrúi Þórhallur hafi verið í við þurfum að vera með grunngerðina í lagi. Við þurfum að hafa skipulagið í lagi, við þurfum að hafa leikskólamálin í lagi og við þurfum að hafa þennan jarðveg, þannig að atvinnulífið fái að blómstra bara sjálfur sig. Það sér sig sjálft. Ef að grunngerðin og þessi þjónusta sem við eigum að vera að veita, það að segja sveitarfélagið, í lagi. Og ég held að við ættum, og það svo sem á stefnu bæjarstjórnar, að koma þessum leikskólamálum eins fljótt og við getum bara í lag og í toppstand, þannig að það trufli ekki atvinnulífið. Og hvað varðar að vera með einsmanns stofnun eins og var unnið á síðasta kjörtímabili eða ekki, eða hvort sé betra. Ég ætla bara að taka undir með öðrum sem hafa komið upp og segja að ég held
einmitt að fara með þetta inn í AFI eða einhvers konar meira samstarf þar sem fólk getur tekið samtalið en að vinna af verkefni á stærra svæði, það sé heillavænlegast og svo þurfum við þess eins og formaður kom hérna inn á að koma á þessum samráðsvettvöngum og taka umræðina einmitt með skólasamfélaginu, háskólanum og framhaldsskólanum og þetta sem að atvinnulífi hefur verið að kalla eftir að ná meiri tengingu inn í þessa skóla. Við getum kannski skapa vettvanginn þannig að þessir aðilar nái meira samtali. Og það náttúrulega miður ef atvinnulífið upplifið það þannig að það ná ekki þessu samtali við háskólan sem okkar stóriði. Og aðeins að safnastefnuna sem alveg gríðarlega mikilvægt verkefni og bara til fyrirmyndar að skuli vera unnið að því núna, af því að ég held einmitt að við erum með fullt af söfnum, við þurfum bara aðeins að ná utan þetta og hvert ætlum við og hvernig ætlum við að ná einhvern veginn að fókusera á hvar við setjum fjármagn og svo framvegis og getum við einhvern veginn samnýtt fólk sem að sinna þessu söfnum af því oft þetta litla stofnanir, hafa lítið fjármagn og geta þessna minni og kannski faglega starfið, kannski ekki eins og það gæti verið með því að einhvern veginn að samnýta þekkinguna. Eitt hvað var það ferðamálastefna, hún náttúrulega eins og hefur komið hérna fram til fyrirmyndar, hvernig það var unnin og þar alveg niður njörfað verkefnin og hvernig við getum síðan fylgst með, hvar við stöndum hverju sinni. Þar sakna ég kannski aðeins svona norðurslóða vinkilsins. Það að segja bara hvernig að því að við erum oft svona í limbói með þessi erlendu samskipti, norðurslóða, hvar eigum við að setja fótinn þar niður en öðru leyti hann bara alveg gríðarlega fín. Og ég ætla aðeins að fara þá inn á menningamálin og MAG og það sem hefur verið að gerast þar. Það náttúrulega kannski pínu listasafnið ef við tökum það. Pínu kannski miður ef það vantar fjármagn núna og það einhvern veginn að bregðast þessi rekstraráætlun sem var komið fram þegar var verið að byggja hér upp og við héldum að þetta sem stigði. Ef það ekki að ganga eftir, en þá þurfum við bara að bregðast við eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom hérna inn og við erum að sníða okkur stakk eftir vexti og finna þá aðra leiðir og kannski það hluta því að leigja út einhverja sali eða ég skal ekki segja til það, en það eitthvað sem að væntanlega starfsfólk safnsins ásamt stjórn finnur út úr og bara verkefni næstu vikna eða mánuða. Og svo ætla ég að hrósa því sem vel gert hérna í þessu eins og MAG hefur bara sýnt, að þessi sameiginlega stofnun hefur sýnt að þarna einmitt nýtast kraftarnir saman og varð akkurat eins og fólk var búið að tala áður, að það hefur gert miklu meira og eins og bæjarfulltrúi Þórhildur kom hérna inn á, að það var kannski ekki vegna Sinfóníuhljómsveitar Norðurland sem þetta verður til, en hún var til staðar og gerði þetta mögulegt. Og það einmitt þessi jarðvegur og það sem við höfum búin að þá byggja upp, tækifærin þá til staðar fyrir einhverja snillingar til að koma hérna og hjálpa okkur að taka næstu skref. Og þetta alveg bara gríðarlega spennandi verkefni hjá Sinfóníunni núna og ég ætla líka að nefna hvað mér finnst leikfélagið hafa komið sterkt inn vegna þess að síðast þegar ég var hér í bæjarstjórn þá gekk leikfélagið gegnum erfiða tíma og fjárhagslega erfiðleika og núna finnst mér að vera að ná vopnum sínum og bara hérna sýningi til dæmis kabarett og það sem verið að fara að bjóða upp á í vetur alveg til fyrirmyndar. Meira ætla ég kannski ekki að segja nema hrósa einmitt og taka undir með bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvini, hrósa bæjarfulltrúa Hildi Jönu fyrir hennar sýn og hennar áherslur inni á Akureyrarstofu. Ég held að þar komi þessi þekking sem hún hefur úr atvinnulífinu sér vel fyrir okkur bæjarbúa. Takk. Við þakkum bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttur og í færinni aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, þið hnippið í mig ef ég ekki nógu formleg. Ég vil þakka formanni stjórnar Akureyrarstofu, Hildi Jönu, fyrir skemmtilega yfirferð.
tek undir með bæjarfulltrúa Þórhalli Jónssoni að grunnstoðir þurfa að vera í lagi, skipulagsmál og leikskólamál annars vegar til þess að atvinnulífið blómstri. Sem annað sem mér finnst mjög varhugavert að tala bara varðandi leikskólamálin að þau trufli ekki atvinnulífið. Það má líka kannski aðeins fara að snúa þeirri hugsun við að börnin trufla kannski ekkit endilega atvinnulífið. Ferðamálastefna. Ég hef unnið innan ferðamálageirans síðustu 10 ár svona, og sumrin í það minnsta. Og þar hef ég tekið eftir að fólk almennt mjög ánægt í rauninni með þjónustu og fegur bæjarins. Að það sem aðdráttur af bæjarins í rauninni að þú kemur og fegurðin í bænum mikil og það að ganga bæinn í rauninni það sem skiptir máli heldur ekki opnunartími fyrirtækja og veitingastaða eða þess háttar. Og síðan vil ég taka líka undir með safnastefnunni og það sem Guðmundur Baldvin talaði varðandi í rauninni að það getur ekki, ef hver sem getur bara komið með safn og við eigum að taka við því. Það þarf að vera einhver ákveðin farvegur fyrir það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það nokkur atriði sem ég langt til að koma inn á til viðbótar og stinga aðeins á því sem komið hérna fram. Fyrsta lagi varðandi atvinnustefnuna. Það grundvallar atriði að við séum í stefnu, það númer 1. Öðru lagi að við förum eftir henni. Við höfum ekkert að gera með stefnu, við förum ekki eftir henni. Og stefna sem var samþykkt fyrir kosninga 2014, ég gerir fastlega ráð fyrir að bæjarfulltrúi Guðmundur hafi samþykkt þá stefnu á sínum tíma og það var ástæða fyrir því eins og ég hef skilið það að það voru settir inn ábyrgða aðilar sem ekki eru tengdir bæjarkerfinu. Það var vegna þess að stefna var unnin í samráði við ákveðin hópur atvinnulífinu og þar náðu menn saman það að ábyrgðar setja verkefni svona ekki bara innan kerfis heldur líka utan kerfis og það náttúrulega líka alveg morgunljóst að þegar að stefnu ekki fylgt eftir að búið að samþykkja hana þá gerist ekki neitt, það ekki talað við ábyrgðaraðilana, þá vita það ekki neitt. Þannig að það alveg morgunljóst að svona stefna hún bara floppar áður en prentimir svo þornar. Þannig að þetta bara gerðist og ég nefni þetta hér ekki til þess að fara að búa til eitthvað mál þetta heldur bara, þetta eitthvað sem við verum að forðast og stefna heldur ekki að vera margbrotin og flókin, hún á að sjálfsögðu vera einföld, hún á að taka á afmörkuðum verkefni hver skipti og síðan við þá bara að gera nýja stefnu þegar hinn kláruð. Þegar við gerum stefnur sem eru með allt of mörgum verkefnum, það gerist oftast ekki neitt. Að því að við drukknum í því sem við ætlum að gera. Þetta er bara reynslan, þetta er bara fræðin sem segja þetta. Og þetta er náttúrulega það sem hefur háð okkur á undanförnum árum. Og auðvitað atvinnufulltrúin heima inni á AFI, bara inni í því samfélagi sem atvinnulífið umfjöllun atvinnulífið þar. Og við erum bara að búa það til og það var búið hélt ég að ræða það fyrir löngu síðan en það hefur ekkert gerst. Af hverju? Ég hef ekki svörið því. Mér langar svo að nefna hérna aðeins varðandi listaskólana og listamenntun listmenntun sem verið að ræða hérna. Við höfum oft rætt þetta í gegnum árin að við erum að reka hérna tónlistaskóla. Við leggjum til hans, þegar allt talið, eitthvað 540 milljónir brúttó. Verulega há upphæð. Þetta eru gjöld þá barnanna eða foreldrana sem að greiða inn, pluss þá reksturinn sem að bærinn borgar, sem með framlagi ríkisins það í kringum 300 milljónir. Þetta bara tónlist. Nú ætla ég ekki að gera lítið úr tónlistanámi og ég veit að tónlist
það er námið sem slíkt hefur skilað heilmiklu út í samfélagi. Við bara sjáum þá öllum þeim sem eru færir að spila tónlist, við sjáum symfóníuhljómsveitinni sem er svo að skapa hér hellingstekjur og við erum að búa hérna til jarðveg fyrir frábært fólk og þarfandi götum. En af hverju gerum við þetta þá ekki með sama hætti í öðrum listum? Við erum að tala það, af hverju er ekki bara með listaskóla sem tekur á sviðslist, sjónlist, tónlist? Ef við annar borð erum að leggja fjármunni í þetta. Og þarna komum við alltaf að þessu að þá einhvern veginn lendum við í þessari umræðu já, eigum við þá að fara að skerða tónlistarnám? Nei, við erum ekki endilega að fara að skerða það. Við hljótum ekki að búa okkur til einhvers konar samleið út úr þessu. Það bara getur ekki annað verið. Og ég tek undir það með bæjarfulltrúa Þórhalli að við eigum að passa okkur á því að missa ekki myndlistarnámið hérna á bænum sem hefur byggt upp en hefur átt í vök að verjast á undanförnum árum og ég er sennilega bara á tímamóti núna hvað verður, hvort að hverfur eða verður eða hvað og ég er alveg sannfærður það að það er bara verkefni sem við þurfum að vinna alltaf hratt og vel og það getur verið gott að halda ráðstefnu og ræða þetta en við þurfum að koma þessu á koppin. Það er bara algjört lykilatriði. Svo aðeins varðandi safnastefnuna. Ég er ekki að tala gegn safnastefnu, ég tala með safnastefnu. Ég tel mjög mikilvægt að við séum með skýra stefnu í safnamáli. Það eina sem ég nefndi hérna var bara þetta, við verðum að passa okkur á því að kom ekki í veg fyrir eða hefta einstaklingsframtakið þegar að kemur að því að koma hugmyndum í framkvæmd. Það er bara það sem við þurfum einhvern veginn að vinna. Svo er það hitt með safnastefnuna, hún er búin að vera allt of lengi í vinnslu. Þetta er fjöldi ára held ég sem hún hefur tekið í vinnslu og það er eitthvað sem við þurfum bara að fara að koma frá okkur hér á þessum stað. Þetta er löngu tímabært verkefni. Og er mjög mikilvæg. En svo aðeins hérna varðandi kannski það sem við hefum ekkert minnst á og það er íbúakorti sem hefur verið rætt að þessum. Ég tel nú að við hljótum að fara að geta fundið leið til að koma þessu íbúakorti í framkvæmd. Það getur ekki verið svona flókið að koma svona korti á koppinn og fara að nýta það íbúum hér í hag. Það bara getur ekki verið. Það var margir talað um það að það séu alls konar lagalegar hindranir þarna, en þá veldi maður því fyrir sér, hvað er þá önnur sveitarfélög að gera sem eru komin með svona kort í einni eða annari mynd? Við verðum bara að fara að taka okkur tak og finna leiðina og klára þetta. Það bara liggur í hlutarins eðli. Svo langar mér bara til að svona í restina í þetta skiptið að koma bara með það að það er náttúrulega verið að gera marga mjög flotta hluti hérna í menningarmáli. Það er enginn sem efast um það. En mér finnst Andspókasafnið að mörgu leyti standa dálítið út úr svona af þessum söfnum ef við erum að horfa á þau að það er heilmikið gróska þar. Þar er verið að vinna á margan hátt að því að reyna að finna leiðir til þess að fá fólk nýta safnið og gera svona meiri hluta samfélaginu. Og mér finnst þó mjög athyglisverð þessi hugmynd Andspóka varðar að hafa safnið opið allan sólarhringinn með svona sjálfsafgreiðslu og einhverju slíkum þáttum. Þetta er kannski hugsun sem er komið lengra en við ráðum við að melta, ég veit það ekki. En þetta er eitthvað sem ég held við verðum að skoða og reyna að vinna í og gera svona einhverju veruleika. En ég bara brýni okkur öll og til frekari góðra verka, en ég skil ekki þessa ákvörðun að færa ekki hörpu bænarinnar og standi við fyrir því, því að hún á bara heima niður í kirkju mínum. Það bara botnaði ekki. Bara botnaði ekki.
Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir, ætla ég að segja. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Bið þakka Hildi Jönnu fyrir upplýsandi yfirferð og ég get tekið undir mjög margt af því sem hefur komið hérna fram og kannski eru atvinnumálin eitthvað sem ég hef sérstakann áhuga á. Það stóð mér nú lengi fyrir þrifum að ég vildi flytja heim en fékk ekki starf við hæfi þangað til að það loksins gerðist og ég ætla ekkert að endurtaka það sem hefur verið sagt hérna en mér langar bara svona kannski bara til þess að gera það og það hafi verið sagt þá langar mér líka bara að nefna þetta sem ég kannski vil kalla gömlu atvinnugreinarnar okkar kannski vegna þess að það standa mér og mínu veruleika svolítið nærri og það eru talsvert mörg störf sem tengjast þeim hérna í bænum og þarna ég kannski að tala störf sem tengjast sjávarútvegi og landbúnaði. Það er vissulega rétt að við erum ekki sem sveitarfélag að fara að segja sjávarútveginn með landbúnaðinum hvað stefnu þessar atvinnugreinar ætla að taka en ég vildi bara benda á það að því þið þekki það á mínu starfsumhverfi að þar sem að starfsemi tengd þessum greinum svo sem úrvinnsla og þjónusta hefur átt undir högg að sækja eða flust annað þá hefur það haft áhrif út í frumframleiðslugreinarnar og það vill nú bara þannig til að þessar greinar eru mjög mikilvægar byggðunum hérna í kringum okkur og byggðirnar hérna í kringum okkur eru okkur síðan svo mjög mikilvægar. Þannig ég vildi bara halda þessu atriði til haga af því að það er kannski svona þetta gleymir stundum í umræðinni, það er gaman að tala allt sem við gerum nýtt og flott og það er verið að gera mikið nýjum og rosalega flottum hlutum en gleymum ekki þessu. Þetta eru talsvert mörg störf og þetta getur haft svolítil áhrif út frá okkur ef við bara pössum ekki upp á þetta. Það er bæjarfulltrúi Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir lokið málsinu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, kannski eitt sem að ég glemdi hérna áðan, ætla að koma að í yfirgripsmikli ræðu bæjarfulltrúa Hildi Jönnu málið þá glemdi hún málsgreininu íbúakortin. Það fjalli á, hún fór hljóp yfir það þannig að bæjarfulltrúi Gunnar sagði að þetta hefur gerið minnst á þetta hérna, það er alveg rétt að hún fór yfir það og þar nefnilega kemur fram ákvæðlega það ringdi síminn, segir Reynur sem hafði truflað, en það var þannig að það kemur fram í þeirri ágætu ræðu að hún er að setja máli á dagskrá í Akureyrarstofu núna á næsta fundi þannig og það er verið að hreyfa við þessu máli þannig að brýni Gunnar sá vel við en hefði komið fram í ræðu Hildi Jönnu ef hún hefði lesið hann alla í bótt. Aðeins að skal ég segja því sem að kom hér fram í máli Þórhalls bæjarfulltrúa, ég held að þetta sé áhyggjuefni í rauninni þetta samtal milli háskólans og atvinnulífsins og það hefur verið oft talað við mig það að það skorti þarna og ég tek undir það að við þurfum að reyna að vinna því og ég held að þessi hlutverk okkar bæjaryfirvalda og í samstarfi við háskólan og atvinnulífið og þetta er eitthvað sem að Akureyrarstofa mætti taka inn eða hvernig það er unnið að reyna að ná betri samtali og akkúrat þá samtali mögulega aðkomu háskólans að myndlistarskólanum og þetta er eitthvað sem hlýtur að koma fram á þessari ráðstefnu sem Hilda Jóna bæjarfulltrúi boðaði og sjálfsagt að ræða þar. Varðandi það að ég hafi samþykkt atvinnustefnuna, já ég gerði það bæjarfulltrúi Gunnar, sjálfsögðu það voru allir rosalega ánægðir með atvinnustefnuna í lok kjörtímabilisins 2010-2014, þetta var búið að leggja mikla vinnu í þetta en ég var bara að vitna í orð Þórgnýs á fundum daginn þar sem hann talaði að við hefum kannski á þeim tíma verið að setja okkur full ítaleg markmið og við hefum kannski átt að skerpa þetta betur og hafa þetta afmarkara sem við hefum þá ráði við og þannig að við séum ekki að borða fílinn í einu munnbita. Atvinnumálanefndin sem að svo kölluð var og var í raun sett á laggirnar til þess að reyna að fylgja betur eftir þessa atvinnumálastefnu og kannski gekk ekki alveg nógu vel en hún hélt á 26 fundi þar sem ýmislegt bara á góma. Hún starfaði í tæp 2 ár þannig að þetta var svona kannski, menn voru þarna en það má alveg segja við og þá fórum menn að tala að koma þess yfir í atvinnuþróunarfélagið og eyþing eða sameiginlegt fyrirtæki eða sameiginlega stofnun. Það hefur ekki gengið eftir vegna þess að það, eins og menn vita þá er verið að vinna í því að taka, reyna að koma þessum stóðstofnunum saman í eina heild
og ég er alveg sannfærður að leið og það liggur fyrir þá getum við tekið upp það samtal og komið þessum atvinnumálum okkar í betri farveg. En það ég hefði bara koma inn á það, en takk fyrir annars. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Ég ætla að hrósa þér aðeins. Akureyrarstofa var í mínum huga batteri sem að meðan svona á hraðri niðurleið. Eftir að hafa lesið þetta sem þú settir saman hérna, ég þurfti að lesa aftur, ég skildi þetta eiginlega ekki fyrst sko, mér fannst svolítið yfirgripsmikið. Það er nú einu sinni þannig að þó að séu efniviðir inn í svona nefndum, að þá næst ekki alltaf það besta út við þeim. En ég veit að við erum komin þannig með mannesku núna sem að hefur gríðarlegan áhuga á þessu og metna fyrir þessu. Og ég er svona vænti þess að hún verði kannski næsti Ole Gunnar Solskjær þarna í þessari nefnd. En því að það þarf oft mikinn áhuga á svona málum til þess að bara fái framgang og fá fólki til að virka. Og ég hlakka bara til að sjá næsta ár hvernig það funkar. Þegar ég hef bullandi trúar í þessu. Það sem að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á það með í samtíð atvinnulífið sem að talaði með við öll heyrt hér yfir þá sem eru á svæðinu. Og Hilda Jana kom inn á með að við ætlum að bæta viðmótið og þjónustulundin og annað. Ég held þessi gríðarlega mikilvægt því að þetta allt sem þú nefnir þarna snýst bara mannleg samskipti sem allir vilja að séu góð og við eigum að reyna að laga þetta hratt og vel. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin honum finnst við stundum tala eitthvað neikvætt Akureyri og stöðu Akureyrar. Ég er algjörlega sammála Guðmundur Baldvin með að við erum þvílíkt miðsvæðis á Akureyri. Það er stutt í allt og allir þeir gestir sem heimsækja mig eru ofboðslega ánægðir með hvað er stutt að fara á Húsavík í þessu nýju frábæru sjóböð þar, Bjórböðin, Siglufjörð. Það er stutt í allt og við erum líka með fullt af menningu og öðru hér. Mér finnst til dæmis leikhúsið vera að ná aftur svona að rísa eftir svolítið svona dabran tíma þess mér og það er margt hægt að gera hérna á Akureyri og ég mun aldrei taka undir það að við séum eitthvað döpur því að ég held að við séum nú með þeim betri ef að er litið yfir landið. Með flugið sem að kemur hérna inn til landsins að við finnum það alveg að þetta hefur mikið að segja fyrir okkur, að mikið að ferðamann í bænum, já bara maður rekst alltaf á einhverja brettorð og þetta eru enga bullur. En ég tók eftir því sjálfur, ég ætlaði út að borða á gamlársdag í hátíðinu og ég tók í nokkra lokaða húna áður en ég komst á stað en spurði nú eigandann þar hverju þetta sætti og mér skilst að eigendur veitingahúsa ætla að reyna að laga þetta hjá sér og setjast niður saman og auglýsa betur hvar sé opið því að þeim finnst óþarfi að vera með allt opið því að það er ekki mikið fólk sem vill koma að borða á þessum dögum en það eru opni staðir en það er kannski bara að auglýsa það betur þannig að fólk viti hvert það eigi að fara og ef fólk skiptir þess á milli sín þá held ég þetta sé ekki stór mál. Ég ætla að ljúka þessu núna. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir
mikilvægar umræður. Ég finn fyrir pressu þegar að vera að hugsa Ole Gunnar Solskjær. Ég er bara hérna með hjartslátt yfir þessu að reyna að standa undir því. En það sem að ég ætla að fá að nefna það sem ég sleppti úr ræðinu mínu áðan. Það stóð allnokkur skeið hafa verið ræddir kostir íbúakorts og apps og nú síðast það sem kallast snjallveski. Ég tel að sé mikill samhljómur í bæjarstjórnum að koma þessum verkefnum og valmöguleikum af skoðunarfasa og í ákvörðunar og framkvæmdafasa og það undirstrikað í aðgerðarhluta upplýsingastefnunar. Ákveðin greining og gögn liggja nú fyrir og ég tel að við ættum að spýta í lófuna og hefja nú þegar vinna á þessu ári við að gera íbúa, app og kort og það verið tekið í notkun árið 2020. Ég mun taka máli formlega upp á fundi stjórnar Akureyrarstofu næsta fimmtudag. Það hefði nú verið gott að hafa þetta með. Það nokkrir aðrir hlutir sem ég langaði að nefna. Það var kannski í fyrsta lagi varðandi listnámið. Þar líka, það er alls konar flækjustig í því en ég tek undir mikilvægi menntunar, listmenntunar á svæðinu. Hvað varðar myndlistamenntun og menntun í grafískri hönnun og öðru á framhaldsskólastigi þá líka verkmenntaskólinn á Akureyri og menntaskólinn á Tröllaskaga sem að við komum að rekstri að gera ýmislegt á þeim vettvangi á framhaldsskólastigi og meðan við menntamálaráðuneytisins á því námi sem var hjá myndlistaskólanum þá var það á framhaldsskólastigi. Það mun frekar að horfa til þess ættum við að fara í nám á háskólastigi eða á 5. stigi. Og síðan þá spurningum með hvað hætti við viljum koma því og hvernig við viljum koma því þá kannski í samkeppni við aðra framhaldsskóla sem eru að veita nám á því stigi. Hitt svo annað að og síðan það auðvitað myndlistkennd í grunnskólum líka en við viljum auka þar og að því við berum mikla ábyrgð á námi, myndlistarnámi barna og ungmenna og kannski fókus á að gera það vel. Það kannski svona stóra máli í þessu að og sérstaklega vegna mats ráðuneytisins og breyting á áhersluna hjá þeim. Þannig að ég hef rætt meðal annars við rektor þessa valmöguleika listnám á háskólastigi og ég heyri ekki annað en að hann sé spenntur fyrir því hvað sem það svo þýðir í framhaldinu. Ég vil líka nefna að við erum auðvitað með leiklistaskólan líka hérna á Akureyri sem skiptir ekki síður máli og ég allavega spennt fyrir því að við horfum sérstaklega til myndlistar eða listar menningarstofnana okkar og leiklistarinnar þegar kemur að samfelldum vinnudegi barna eða samfelldum degi barna. Þannig að börn og ungmenni getur stundað íþróttir og heimsótt okkar menningarstofnanir, farið í listnám, tónlistarnám og leiklistaskóla innan þessa tímarama, sérstaklega yngsti aldurshópurinn, milli bara 8 og 4 og getur svo verið búin að fara ekki í frístund í rauninni svona og svo yfir í þetta frístundastarf heldur geti gert það innan þess. Ég er mjög spennt fyrir þessu verkefni en ég held að það sé mjög umfangsmikið og ég er spennt fyrir að sjá hvernig það þróast. Mér langar að nefna því við erum svolítið að tala þetta samtal á milli aðila. Ég og formaður samtaka atvinnurekenda og fulltrúi háskólans höfum rætt við það að setjast niður og tala það með hvað hætti við þessir 3 aðilar, þá samráðsvettvangur atvinnulífsins, háskólans og bæjarfélagsins geti betur unnið saman og skapa þennan samráðsvettvang. Mér langar líka að nefna það að varðandi atvinnuþróunarfélagið og Eyþing og allt þetta á Norðurlandi, við erum eini staðurinn þar sem að landshlutasamtök og atvinnuþróunarfélög eru ekki að vinna saman og á öðrum landslutum eru líka til dæmis markaðsstofur og símenntunarmiðstöðvar að vinna saman í þessu teymi og það sem að maður að horfa á þetta hver eru samlegar áhrifin og að því það nú talað, því hún var að tala hérna til dæmis grunn atvinnugreinirnar, því við erum, það landbúnaður, það sjávarútvegur, það iðnaður og það menning og listir og það eru fjölmargir þættir síðan koma undir kannski svæði eins og Akureyri, stærri bæir, minni bæir, dreifðari byggðir en samleiðin svo að því eins og til dæmis maður hugsar kannski ekki alltaf út í það hvað Akureyrarbær sé mikið landbúnaðar sveitafélag eða sjávarútvegs sveitafélag en við erum það svo sannarlega. Það er alveg ótrúlega mikið tengt landbúnaði í atvinnulífinu okkar hér sem á síðan hagsmuna gæta til dæmis þegar kemur bara að stöðu sauðfjárræktar
í allt öðrum landslutum. Þess vegna finnst mér svo mikilvægt að hugsa atvinnumálin á breiðari grundvelli og ég vona að það takist en það fyrir auðvitað eftir vilja líka allra annarra sveitarfélaga. Og þar tel ég einmitt að það þurfa að horfa sérstaklega til þess að skilgreina hver atvinnumálin eru síðan með sérstöðu Akureyrar þar inni. Varðandi einkaframtaki þá tek ég undir það að það sem hefur verið að gerast hérna í Hofi varðandi sinfóníska tónlist auðvitað tengist einkaframtaki og frábærum einstaklingum sem hafa komið þar. Og þar skiptir líka máli að við í kerfinu séum tilbúin þegar að slíkt gerist að bregðast aðeins við og ég held að það hafi heppnast nefnilega ágætlega í þessu tilfelli. Að vera líka að hlusta á þá hæfileika og þá löngun sem að samfélagið okkar hefur áhuga að fara og vera tilbúin að vera svolítið sveigjanleg þegar að það gerist. Það ekkert einmitt og eins og við verðum að tala um með söfnin, við fáum ekkert, kerfið fær ekkert allar hugmyndir. En kerfið þarf að vera til staðar þegar þær eru geggjaðar. Varðandi málefni norðurslóða þegar var aðeins rætt að sakna hennar inn í ferðamálastefnunni á norðurslóðum tekið svolítið á í atvinnustefnunni. Ég veit ekki hvort það ætti heima líka inn í ferðastefnunni, það kannski eitthvað sem við þurfum að ræða aðeins betur. Varðandi listasafnið, ég hef ekkert sérstakar áhyggjur þar ennþá allavegana, þrátt fyrir þetta viðtal sem var vitnað í. Mér sýnist á öllu eftir að við höfum verið að rýna þessar tölur að kostnaðurinn við rekstur listasafnsins verður mjög sambærilegur eftir breytingar eins og það var áður. Það sem breytt auðvitað ef við tökum frá innri leiguna sem augljóslega hækkar töluvert en það hefur verið aðeins meiri yfirvinna vegna aukinnar aðsóknar. Þannig að það kannski spurningum bara hvað við viljum stíga þar og hvað við viljum bjóða upp á mikla þjónustu. En mér sýnist allavega, en svo náttúrulega vitum við ekki alveg, þetta ekki margir mánuður sem við höfum til þess að taka saman, en forstöðumaður safnsins kemur mjög reglulega inn á fundi stjórnar safnsins og fer yfir rekstrartölur og við gerum okkar besta til þess að bæði bjóða fram stuðning og fara sameiginlega yfir málin, þannig að ég allavega eins og staðan í dag og þau gögn sem ég hef séð þá sé ég ekki ástæðu til þess að hafa áhyggjur núna. En síðan og varðandi það að það sé of mikið í stefnunni, það náttúrulega auðvitað þess vegna og að hún sé yfirgripsmikil. Við erum auðvitað að fara yfir aðgerðaráætlun stefnunar og endurskoðana áður en hún útrunnin og það alveg ástæða fyrir því. Auðvitað erum við að gera það því að við viljum aðeins gera hana markvissari og skilgreina betur aðkomuna. Og hvað var það hafi verið óbúslega margir sem hafi komið að því að gera atvinnustefnuna frá ýmsum aðilum, svo bara hætta þeir og það kemur einhver nýr framkvæmdastjóri og það ekkert í gildi einhver samningur að viðkomandi stofnun beri einhver ábyrgð inn í atvinnustefnunni. Og það verður svona ákveðin galli að þegar að þekkingin fer með fólkinu. Þannig að þetta þarf svolítið að setja þetta á blað ef við ætlum að taka einhverja sameiginlegar ákvarðanir á samráðsvettvangi atvinnumála eða ferðaþjónustu eða annars. Varðandi amtsbókasafnið þá það mjög spennandi hlutir að gerast þar og mér finnst það alveg ótrúlega spennandi og það verið að skoða þessi kerfi og þessa möguleika á því að safnið sé opið allan sólarhringinn. Það ekki komið, það hefur komið svona fyrstu drög að tilboði slíkt kerfi, það var svolítið dýrt og það aðeins verið að skoða það frekar, en þetta alveg þess virði að horfa til þessara útfærslu. Ég gafti nú reyndar alveg fyrst, ég sá bara fyrir mér að það eru allir bara eitthvað að partíast inn í amtsbókasafninu á laugardagskvöldum eða eitthvað, en þetta virðist ganga víða á Norðurlöndunum, en ég svona ennþá svolítið svona eitthvað, hvernig á mannlaust bókasafn að virka, fer það ekki í vitleysu. En ef það gengur á, mér skildist það að sé eitthvað í Nörubrú eða eitthvað, það gangið það, þannig að akkur ekki hér. Svo langar mér náttúrulega að nefna að því stundum má bara skoða eitthvað skemmtilegt og að því bara. Og það mér svolítið skemmtilegt að velta vöngum yfir Tobba og Tinna og Kaftein og það klikki ekki sódavatni á Akureyri þegar Kolbeinn Kafteinn kom hingað og þá var hann formaður bindindismanna sjómanna og féllvíst á Akureyri, sem náttúrulega sorgartíðindi í sjálfu sér. En það gæti verið gaman að stundum að hugsa bara eitthvað sem gæti bara verið svolítið skemmtilegt að því bara. En ég held ég sé búin að fara yfir það sem ég ætlaði að gera. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu og næst tekti máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, þakka Hilda Jónu góð svör. Það sem að mér langaði kannski að koma inn á og ég var að reyna að koma að hérna áðan og þegar ég heyrði það kannski sum ykkar að
Ég hef áhyggjur af grafíkdeildinni. Grafíkdeildin held ég að sé alveg á pari við Listaháskóla Íslands, ekki við einhvern framhaldsskóla. Þó svo að listnámsbrautin í myndlistaskólanum sé á pari við einhvern framhaldsskóla, að þá veit ég það og hef bara séð það og þekki það marga í þessum geira, bæði sem starfa á stofum á Akureyri og í Reykjavík, afskaplega hæfir menn og margir hverjir hafa stofnað stofunar í Reykjavík sem hafa mentað sig í myndlistaskólanum á Akureyri. Þannig að ég held að við séum þar að tala háskólastig, algjörlega. Og ég legg áherslu á að við höldum þessu námi í bænum okkar. Ég held að tel það bara mjög mikilvægt og það bara mjög gott líka að tengja þetta við tölvunarfræðina í háskólanum. Af því að þið eru að tala íbúakort sem að verður væntanlega í formi apps, við skulum allavega vona það. Það þarf að hanna útlitið á appinu og ef við höfum ekki góða grafíkar til þess, skilur að þá verður það ekki notendavænt og fallegt. Þannig að þið skiljið hvað ég er að fara. Varðandi Landsbókasafnið á skilaskilduna. Þetta er kostnaður upp á 35 milljónur á ári með skilst. Ég nefndi þetta við menntamálaráðherra fyrir 2 ára síðan þegar ég satt sem varamaður fyrir Evu Hrund í Akureyrastofu og ég fekk nú ekki hljómgrunn vegna þess að við vorum ekki meirihluta á Akureyri, að mér fannst. Þannig að ég svona vona að þið fáið meiri hljómgrunn hjá Lilju fyrir því að þetta sé eitthvað sem að ríkið eigi að borga, því að klárlega telja það svo vera. Þetta er ekki eitthvað sem er hægt að skella á okkur og við eigum bara að sitja uppi með. Þetta eru 35 milljónur á ári sem við getum vel notað í annað. Sambandi við upplýsingamiðstöðuna hérna í Hofi, að þá hafa tekjum minkað, eðlilega það sem að flestir taka bara upp síman og bóka, þeir fá upplýsingar hjá viðkomandi aðila hérna í upplýsingamiðstöðunni, taka upp síman sinn og bóka ferðina. Þar að leiðandi fær stofan ekki tekjur af bókuninni. Þannig að þessar tekjur hafa minkað en þörfin kannski fyrir upplýsingagjöfuna hefur aukist. Þannig að við þurfum að svolítið að passa okkur á því að þetta er bara hluta af því að vera ferðamannabær að halda úti góðri upplýsingamiðstöð. Bara skipti máli. Og þá komum við að samgöngumiðstöðinni. Það sem svona upplýsingamiðstöð ætti klárlega heima. Sjáðu hvernig ég næði tengja þetta. En enn og aftur, bara leggja áherslu á að passa upp á þetta. Og það var eitt enn varðandi háskólan og tengingu við atvinnulífi. Eitt hef ég ekki skilið á Akureyri búið að reka hérna fjölmiðladeild í mörg ár upp í háskóla. Ég verði alveg ofsalega lítið var við hana. Samt er rekin á Akureyri bæði sjónvarpsmiðill og útvarpsmiðill og ég skil ekki að þessi nemendur þarna upp frá sé ekki einfallega að framleiða efni í samstarfi við sjónvarpsstöðina og útvarpsstöðina á Akureyri. Ég bara átta mig ekki á þessu. Allstaðar annarstaðar í heiminum þar sem þetta er kennt erlendis að þá er þetta gert í miklum tengslum með atvinnulífið. Þannig að ég held að, þú veist, þó að háskólinn sé góður og náttúrulega eina okkar mikilvægastu atvinnu, stóðum hérna í bænum, þetta er stóriðjan okkar, að þá getum við gert ennþá betur og ég held bara að hvetja fólk áfram. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta. Það er nokkru hlutir sem ég langaði að nefna. Varðandi háskólastigið og grafíknámi, ég tek algjörlega undir það, en það þarf viðurkenningu menntamálaráðuneytisins til þess að vera það. Og þar er svolítið hnífurinn fastur í kúnni. En eitt sem við getum gert er þá þessi ráðstefna, reyna að ná þessu fram á sjónarsviðið, en ráðuneytið verður að sjá og viðurkenna námið og skólinn þarf að uppfylla þær kröfur sem ráðuneytið seti til þess að geta talist með nám á háskólastigi. Alveg sama jafnvel þó svo við höfum, og þekkjum örugglega mörg, framúrskarandi fólk sem hefur nýtt sér þetta nám og náð árangrið og haldið áfram í framhaldsnámi eins og háskólanám sé að ræða. En það er eitthvað ekki að púslast saman. Varðandi skilaskilduna, við pöngumst í þessu, held ég bara í hvert einasta skipti sem að maður heyrir í einhverjum og við þetta tristum sérstaklega á framsóknarteymið okkar hérna að blikka Lilju.
En það má samt geta þess að því að saman þessi tala 34 milljónir ef ég mann rétt, þá eru inn í því líka, við reiknum líka bara húsnæðiskostnaðinn, rafmagnin, hita og svo framvegis, en þetta eru 2 stöðugildi. Þannig við myndum aldrei spara nákvæmlega þennan kostnað, en við getum vissulega nýtt rýmið í eitthvað annað ef ástæði til. En hins vegar eru þarna verðmæta hluta að ræða, en ef að ríkið viðurkennir það ekki, þá einfaldlega hefur maður haldið að væri eðlilegt að einfaldlega breyta lögunum ef þetta ekki mikilvægt í þeirra huga. Þannig að við höldum áfram að berjast í því. Tek undir með því með upplýsingamiðstöðuna að þrátt fyrir að tekjur séu að minnka vegna í rauninni tæknivæðingarinnar, að þá þjónustan eiginlega jafn mikilvæg. Þannig að þannig er reksturinn svolítið þungur en það á sér sína skýringar. Og þú þekkir mín afstöðu í samgöngumiðstöð eða eins og það er stundum gert grín að okkur og sagt samfylkingamiðstöðinni. Síðan langar mig að nefna því ég var nú framkvæmdastjóri N4 á sínum tíma að þá fengum við á hverju ári nemendur frá Háskólanum á Akureyri úr fjölmiðlafræði deildinni, bæði kenndi ég kúrsa í háskólanum og nemendur komu og gerðu hjá okkur sjónvarpsþætti og ég held einmitt að þetta gera meira af því, en það gerður líka á RÚV þegar ég vann þar áður, þannig ég veit þó að sú tenging eftir staðar, ég þekki ekki útvarpið, það er svona eina sem ég á eftir að vinna hjá, ég held að ég sé búin að vinna líka hjá Vikuti, en takk fyrir þetta. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir í loki málsins, næst til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, þá getur bæjarfulltrúi, mér langaði bara aðeins að því að það verið að tala skilaskildunni hérna og við náttúrulega höfum verið að leggja mikla áherslu á það að fá þessa fjármuni frá ríkinu og við erum eina sveitafélag sem er að borga þetta og þegar við fengum hérna Lilju í vor, þegar hún var að skrifa undir þetta minningarsamningi, þá fórum við og kynntum manni fyrir safninu og þessari skilaskyldu og ég veit ekki betur en að hún sjálf full meðvituð þetta. Bæði Hilda hérna hefur haldið þessu lofti gagnvart henni og líka Sigfús Karlsson sem er varaformaður Akureyrarstofu og ég hef líka verið að minnast á þetta við hana. Það sem hins vegar sló mig svolítið í þessu málflutningi bæjarfulltrúa Þórhalls hér áðan var það að fyrrverandi menntamálaráðherra skildi í rauninni svona gefa það í skyn, fyrrverandi bæjarstjóri Akureyrarbæjar, nota bene, skildi gefa það í skyn að það skipti máli hverjir væru meirihluta í svona réttlætismáli. Það er afar dapurt til afspurnar. Auðvitað náttúrulega við vitum við það að það er gott að hafa góð og bein ítök í stjórnmálamenninu og þingmenninu og ráðherrana, en engu að síður finnst manni svona afstaða afar döpur. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson í loki málsins, orðið er laust. Það sem fleiri er ekki hvað sér hljóðst, þá segir þessari umræðu lokið og það er þá komið að næsta lið á dagskrá sem eru almenni samgöngur á Akureyri. Verið að biðja pásu. Við skulum taka hlé, gerum hérna 5 mínútna hlé, fólk geti staðið upp.